Já, góðan daginn öll. Virkilega gaman að fá að vera með ykkur hérna í dag og segja ykkur aðeins frá því hvað tækifæri við hjá Origo sjáum fyrir ferðaþjónustuna í hinum stafræna heimi. Eins og Ásta kom inn á þá heiti ég Soffía Þórðardóttir og ég leiði ferðalausnasvið Origo. Við sérhæfum okkur í þróun á tæknilausnum fyrir ferðaþjónustuna og við þróum meðal annars Karen sem bílaleigukerfi, ferðasmiður og leiðsögumaður eða stafrænn leiðsögumaður fyrir ferðamenn sem ferðast á eigin vegum og við höfum það háleita markmið að umbylta þjónustu við ferðamenn sem úti að aka á Íslandi. Sú stafræna veröld sem við lifum í hefur náttúrulega gjörbreytt því hvernig við stundum viðskipti og ferðaþjónustan hefur verið leiðandi á því sviði eins og ráðherra kom inn á hérna áðan. Stafræn tækni hefur algjörlega breytt því hvernig við skipuleggjum, bókum og upplifum ferðalög í dag og það sem meira að þá hefur tæknilega breytt grunnþörfum okkar sem ferðamanna, breytt væntingum okkar og þeim kröfum sem við gerum til ferðaþjónustufyrirtækja í dag. Við viljum til að mynda að hótel séu mun meira en bara staður til að sofa á. Við viljum að þetta sé eiginlega heimili okkar á ferðalaginu eða vinnustaðurinn ef við erum í vinnuferðum og við gerum kröfur öll þau nútíma þægindi sem við höfum aðgang að í daglegu lífi. Flest okkar vilja sítengingu að háhraða interneti, við viljum streyma afþreyingu sem við veljum sjálf og við viljum góða stemmingu, við viljum frábær upplifun. Ferðaþjónustufyrirtækin eru, og það má eiginlega segja við erum hérna mjög upplýstir og kröfuharðir neytendur í dag með ótal möguleika og samkeppnin í ferðaþjónustugeiranum hefur aldrei verið jafn hörð og samkeppnin heldur ekki bara á milli sambærilegra fyrirtækja, svipaðra fyrirtækja, heldur eru eiginlega allir að keppa við alla í dag. Auka þjónustur að verða sívaxandi tekjupostur hjá til dæmis flugfélögum og hótelum og stærstu ferðaþjónustufyrirtækin eins og bókunarveiturnar sem við þekkjum, þeir lifa á þóknunum. Það að verða til ný viðskiptamódel, til dæmis flugfélög sem ætla sér að hafa tekjur af einhverju öðru en að selja flugsæti og það eru meira að minna allir krosstengdir á einhvers konar markaðstorgi. Og það eru fyrirtækin sem hafa gert þjónustu sínar aðgengilegastar, einfaldastar og þægilegastar í notkun sem munu standa upp úr þessari samkeppni. Þessi fyrirtæki eru fyrst og fremst tæknifyrirtæki í dag og hvort sem við lítum á Airbnb, Booking.com eða TripAdvisor og fleiri, þá eru það þau sem að svolítið leiða vagnin. Og tæknirisar á borð við Google sjá mikil tækifæri í því að sækja inn á svið ferðaþjónustunnar og skiljanlega hafa margir áhyggjur af því. Hefðbundnari ferðaþjónustufyrirtæki eins og flugfélög og hótelkeðjur á borð við Ryanair og Marriott hafa sett stafræna tilraunastarfsemi í forgang í þeim tilgangi að þróa og prófa nýjar þjónustur, sjá hvort þær virka og innleiða þær þá eins hratt og mögulegt er. Og íslensku flugfélögin hafa fylgt þessu eftir með því að stofna einhvers konar digital labs hér á landi. Þessi stafræna bylting snýst ekki bara að rafvæða hefðbundna þjónustu til að draga úr kostnaði eða ná hagræðingi í rekstri, heldur snýst þetta nýsköpun og uppgötvun nýrra tækifæra fyrir tilstuðlan nýrrar tækni og á grunni raunverulegra gagna ferðahegðun og upplifun viðskiptavina. Að vita hvað viðskiptavinurinn þarfnast og vill áður en hann veita sjálfur og að veita upplifun sem þjónustu. Og þetta það sem að fyrirtækin munu keppa á og þetta það sem ferðaþjónustufyrirtæki þurfa að tileinka sér til að nýta tækifærin í hinum stafræna heimi. Við hjá Origo, við sjáum fullt af tækifærum til að nota tæknilausnir til að bæta upplifun ferðamanna á Íslandi. Á Íslandi nota ferðamenn aðallega rútur, áætlunarferðir og bílaleigubíla til að ferðast landið og upplifa það. Og við viljum að Karen hjálpi fyrirtækjum í ferðaþjónustu að búa til og skapa einstakar upplifanir fyrir ferðamenn á áfangastað. Árið 2016 þá nýttu 960.000 ferðamenn bílaleigubíla eða hátt í 60% ferðamanna og þeir óku að meðaltali 230 km á dag.
Meðalferð á veturna var 1100 km og meðalferð að sumri til voru 2150 km og tölurnar eru ennþá hærri fyrir síðasta ár. En þegar við fórum að skoða og reyna að rýna í þessi gögn betur, og það kemur í ljós að það ekkert til neitt mjög mikið af gögnum bílalegu ferðamenn. Til að mynda eru slík gögn á skornum skammti inn á mælaborði ferðaþjónustunnar og þetta fannst okkur merkilegt. Bílaleigurnar gegna veigamiklu hlutverki í ferðaþjónustu og í því að dreifa ferðamönnum landið. Þær eru hins vegar dálítið gamaldags þegar kemur að þjónustu og þær hafa fyrst og fremst verið flotaeigendur sem hafa afhent lykla yfir afgreiðsluborð, tekið dágóðan tíma í að afgreiða hvern og einn einasta kunna og allt frekar staðlað og jafnvel nokkuð staðnað. Það að leigja sér bílaleigubíl ekkert heldur neitt endilega sérstaklega ánægjuleg upplifun ef við hugsum út í það. Við bíðum í löngum röðum á flugvöllum, við mætum afgreiðslufólki sem reynir að selja okkur tryggingar eða aukahluti og gagnsæi í og ógagnsæið í aukagjöldunum og tryggingunum eitthvað sem veldur okkur hugarangri. Og svo þetta stressið á meðan við erum í fríinum það hvort eitthvað komi fyrir bílinn og við endum jafnvel með stóran reikning í heimilisbókhaldinu fyrir tjóni og tilheyrandi kostnaði. Og að sama skapi þá þetta talsverð óvissa fyrir bílaleigurnar líka. Varðandi það hvort að ökutæki komi yfirleitt tilbaka eða heilt tilbaka og hvort að hægt sé að innheimta fyrir kostnaði ef tjón að ræða. Það fer mikill tími í afgreiðslu og ég að leiðbeina og svara fyrirspurnum þegar ferðamenn lenda í einhvers konar ógöngum og jafnvel þó að talsverð áhersla hefur verið lögð á forvarnir undanfarið, þá eru leiðirnar sem hafa verið notaðar byggja einkum á upplýsingagjöf í formi útprentaðra bæklinga, oftast í upphafi leigutímans og ekki endilega á þeim tímapunkti þegar ferðamaðurinn þarf á þeim að halda. Ferðamenn þurfa að geta fengið aðgang að upplýsingum á réttum tíma við réttar aðstæður og þegar þeir þurfa á þeim að halda og það eru því að okkar mati tækifæri til þess að breyta þessari upplifun ferðamanna á bílaleigubílum. Að sama skapi þá eru tækifæri til að nútímavæða eina vinsælustu vöru ferðaþjónustufyrirtækja á Íslandi í dag. Mörg fyrirtæki hér á landi hafa boðið upp á svokallaðar self-drive ferðir og þær hafa verið mjög vinsælar meðal ferðamanna og margir meðal annars haldið fram að þetta sé besta leiðin til að upplifa Ísland. En þegar við förum að skoða hvernig þessum ferðum og þessum vörum hefur verið komið að framfæri, að þá það stundum í formi 600 síðna ferðagögnum ásamt prentuðum bæklingum, kortum og voucherum og GPS-tæki sem að í dag virkar eiginlega frekar eins og bara eitthvað gamalt og klunnalegt í samanburði við þær kortaþjónustur sem við erum vön að nota í snjallsímum okkar. Og jafnvel þó að Google Maps sé frábært að mörgu leyti, þá það samt ekki rétta tólið til að halda utan roadtrips og það tól styður til að mynda hámarki 10 viðkomustaði í einni ferð. Karen sem sagt mest notaða bílaleigukerfið á Íslandi í dag. Það sér að halda utan bókanir og nýtingu á helmings alls íslenska bílaleiguflotans eða 13.000 bíla. Og það notað af 80% af bílaleigum á Íslandi. Karen býður upp á lausnir bæði fyrir bílaleigur og endursöluaðila sem vilja tengjast kerfinu gegnum API eða með widgets og svo bjóðum við líka upp á fullbúna og skalanlega bókunarvefi. En okkar áherslur á komandi misserum verða einkum í tengslu við það að bæta upplifun viðskiptavina. Að setja viðskiptavininn í fyrsta sæti og þess vegna höfum við þróað stafrænan leiðsögumann fyrir ferðamenn á bílaleigubílum sem kallað Driviguide. Þetta í rauninni snjallforrit sem inni í bílaleigubílnum og þar getur ferðamaður opnað tilbúin ferðaplön, gerð af sérfræðingum í ferðaþjónustunni eða sett upp sín eigin plön í appinu með því að velja úr yfir 3000 áhugaverðum stöðum á landinu sem í grunninum ásamt öllum skráðum húsnúmerum og þjónustuaðilum á landinu. Driviguide býður líka upp á turn-by-turn navigation kerfi eða svona hefðbundið leiðsögukerfi á hátt í 40 tungumálum og það notar 4G og assisted GPS og virkar því án tenginga við farsímakerfi. Þetta styður leiðsögn í hljóðskrám
sem vistaðar hafa verið á staðina í kerfinu og byrjar sjálfkrafa spilun út frá staðsetningu bílsins. Þannig að þegar ferðamaður að nálgast áhugaverðan stað, þá getur hljóðskráin byrjað að spila. Þessar myndir vinnum við einnig núna að verkefni sem gengur út á sjálfvirkar þýðingar fyrir leiðsögumenn í rauntíma og fyrsta afurðin í því verkefni mun koma í ljós núna upp úr miðjum maí. Og við sjáum fram á að geta nýtt útkoman úr þeirri vinnu inn í Driverguide. Kerfið birtir einnig skilaboð og aðvaranir út frá Safe Travel, út frá staðsetningu bílsins ef þörf krefur. Og við erum mjög þakklátt og stolt af þessu samstarfi við Safe Travel. Einnig hægt að stofna almennar tilkynningar í kerfinu og hengja á landsvæði á korti og tilkynningarnar eru aðeins sýndar þeim sem keyra inn á tiltekið svæði. Og þessar tilkynningar hægt að nota bæði markaðslegum tilgangi en einnig í forvarnastarfi og til þess að stuðla að ábyrgri ferðamennsku. Í boði að senda skilaboð á bílaleiguna ef að ferðamaðurinn þarf að því að halda ef hann lendir í ógöngum eða leita upplýsinga í appinu sem hefur að geyma ýmsar gagnlegar upplýsingar, til dæmis akstur á Íslandi eða hvernig á að bera sig að við ákveðnar aðstæður. Það hægt að spjalla við þjónustu aðila frá bílaleigunni og á næstu misserum munum við einnig vinna því að chatbot væða þetta spjall. Það líka í boði að cross-selja og selja auka þjónustur í gegnum appið. Og fyrsta varan sem við settum á fót í gegnum appið Wi-Fi hotspot, þannig að ferðamaður getur nýtt 4G-tæknina sem í forritinu til þess að fá Wi-Fi hotspot. En þetta býður einnig upp á ótal önnur tækifæri, eins og að selja þjónustur sem alla jafna eru keyptar áður en ferðalagið hefst, eins og auka bílstjóra, ferðatryggingar, auka dag, lengja ferðina, aðgangur að bílastæðum eða gjaldskyldum svæðum eða kaupa afþreyingu og gistingu sem í boði á þeim stað sem þú ert að ferðast á. Þarna komið tækifæri til þess að stuðla líka ákveðinni stýringu og við munum byrja prófanir með sölu og afþreyingu í sumar. Driverguide tengist þess að Karin Trips sem einfaldur ferðasmiður fyrir bílaleigur og ferðaþjónustufyrirtæki til þess að setja upp self-drive ferðir. Þar hægt að setja upp template og líka sérsníða ferðir fyrir ferðamenn og byggja á þessum 3000 stöðum sem eru í grunninum. Þarna einnig hægt að hengja vouchera og skráning fyrirtækja á Íslandi er frjálst og þau geta haft sína fyrirtækjasíðu í boði í appinu. Og efnið í appinu í rauninni knúið áfram að því efni sem að vegahandbókin hefur unnið að síðastliðin 40 ár, en við gerðum nýlega samning við þá að fá efnið sem þeir hafa unnið að til notkunar í appinu. Ferðamaðurinn hefur síðan aðgang að sínum ferðaplönum, bæði áður en hann kemur og mun í framtíðinni geta breytt þeim og aðlagað áður en hann mætir og opnað bæði í spjaldtölvuappi inn í bílnum. Og svo standa okkar vonir til þess að geta nýtt tækni á borði Google Auto og iPhone CarPlay til þess að geta kasta hreinlega snjallforritum úr síma ferðamannanna beint í viðmót bílsins eða þá að app eins og þetta fara að keyra bara á tölvu og kerfi bílsins. Eitt af því sem mun koma fljótlega eru tengdir bílar eða connected cars. Karen inniheldur líka flotastýringarkerfi sem að gerir þá ferðaþjónustuaðilunum og bílaleigunum kleift að hafa yfirlit með því hvar flotinn er. Þeir geta sett upp prófala fyrir bílana, haldið utan útleigurnar og séð ferðir, sett upp geofences eða svona girðingar til þess að stýra skilaboðum út frá staðsetningum. Þeir geta átt í samskiptum við viðskiptavinina og geta deilt staðsetningu bíla sem í vandamálum með þjónustuaðilum út á landi, einfaldlega með að senda staðsetningarnetið í SMS eða tölvupósti beint úr kerfinu. Þarna líka hægt að halda utan aukaþjónusturnar og þær sem í boði í appinu. Við sjáum fram á gríðarlegt tækifæri því að búa til gögn í tengslu við þetta. Inn í appinu þá hægt að skoða ferðir, sjá kílómetrastöðu á dag,
sjá fjölda viðkomustaða, tímann sem er stoppað á hverju viðkomustað og aksturstíma. En þetta eru gögn sem alla jafna hafa ekkert verið til, því að jafnvel þó að Vegagerðin hafi verið með talningu á bílum að þá er ómögulegt að segja að hvort að sami traktorinn hafi keyrt yfir talningarlínuna mörgum sinnum eða hvort að ferðamenn var að ræða. Þannig að verðmæt gögn verða til við notkun kerfisins sem ætlunin er að nýta áfram í frekari vöruþróun og til að skapa tækifæri með nýrri vitneskju og innsýn sem byggir á gögnunum, og þetta mun gefa okkur mikilvægar vísbendingar ferðahegðun. Við höfum farið í ákveðið samstarf við forvarnir við Safe Travel. Þeir munu til að mynda og eru að taka upplýsingar veður og færð á vegum frá opinberum aðilum í dag og setja þetta svona mannamál sem er heppilegt til þess að betra að koma skilaboðinu þannig til skila til ferðamanna. Þannig að við tökum tilkynningar frá Safe Travel og birtum beint í appinu. Þeir munu einnig geta hjálpað okkur að halda utan FVI og vöð og vindasöm svæði og við munum halda áfram að þróa þetta saman enn frekar. Roadmapið okkar til framtíðar er að við munum bæta við þessari krossölu og byrja því í sumar. En við viljum einnig gjarnan tengjast betur gögnunum sem eru í boði hjá Vegagerðinni og Veðurstofunni. Við höfum aðgang þegar að vefþjónustum Vegagerðarinnar en þær eru til að mynda á íslensku og þetta er eitthvað sem opinberir aðilar ættu að huga betur að til þess að fleiri aðilar en við getum nýtt þessi gögn, því að þetta eru klárlega gögn sem ættu að vera bara opin einkaaðilum á markaði. Og það sem við munum gera er að nýta tæknina til þess að öðlast gögn ferðahegðun og svo deila þeim vonandi áfram með fleirum sem geta nýst í að skapa ný tækifæri. Mig langar að enda hérna á smá kvóti frá Brian Chesky sem er framkvæmdastjóri Airbnb, en hann sagði að fyrir 2020 þá mun meira en helmingur tekna Airbnb líklega koma frá viðskiptum sem að fyrirtækið er ekkert að hugsa í dag. Og þetta er svolítið það sem ég held að ferðaþjónustufyrirtækin þurfa að vera að hugsa að þau þurfa að vera að leita leiða til þess að breikka sína tekjugrunna og það munu skapast ný tækifæri sem við endilega sjáum ekki fyrir í dag. Þannig að ég vona að það sé eitthvað sem að þið eru byrjað að huga að, og ef þið langar að kynnast okkar þjónustum eitthvað betur þá erum við að sjálfsögðu frammi og afsakið þetta shameless plug sem er búið. En að lokum langar mér bara til að þakka fyrir og ef það er eitthvað spurningar varðandi þetta þá er ég að sjálfsögðu til staðar til að svara þeim.